Ráðherra, kæru gestir, við erum öll velkomin árlega sjávarútvegsdag sem samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Deloitte á Íslandi og samtök atvinnulífsins hafi staðið að síðastliðin 11 ár. Yfirskrift fundarins þetta árið er íslenskur sjávarútvegur í ólgusjó. En ljóst er að á ýmsu hefur gengið og munum við hér og eftir heyra sjónarmið öflugra frummælenda og fáum áhugaverð innslög upp á skjá. Þegar farið er yfir stöðuna er mikilvægt að horfa til greinarinnar í alþjóðlegu samhengi. Eitt er víst að meginmarkmiðið er ávallt að tryggja áframhaldandi samkeppnishæfni þessara mögnu útflutningsgreinar og að útfæra skilvirka umgjörð fyrir vöxt fiskeldis. Sú stefna sem tekin var af stjórnvöldum fyrir 40 árum lagði grunninn að þeirri skilvirku umgjörð sem íslenskur sjávarútvegur byggir sitt forskot á í alþjóðlegri samkeppni. Við getum verið gríðarlega stolt af því að vera það land sem trónir í langefsta sæti ríkja innan OECD þegar kemur að sjálfbærum og arðbærum veiðum og vinnslu. Á Íslandi er engin niðurgreiðsla eða beinn fjárhagslegur stuðningur til sjávarútvegs, heldur greiðir atvinnugreinin skatt til samfélagsins sem er andstætt við það sem á sér stað í öðrum OECD-löndum. Skýr stefna og langtímasýn stjórnvalda er forsenda fyrir því að markmið með verðmætasköpun náist og nauðsynlegt er að þau séu samstíga frumkvöðlum og forsvarsmönnum fyrirtækja í vegferðinni. Þegar litið er á alþjóðlega samhengið þá er það veruleg vonbrigði að sjá Ísland í næstefsta sæti á meðal OECD-ríkja yfir fjandsamlegt regluverk. Mikilvægt er að fara hratt og vel í að bæta þessa stöðu, ekki bara til íslensku sjávarútvegur haldi forystu í arðsemi á heimsvísu, heldur einnig til að fjárfestar hafi kjark til að styðja við vaxtaráform eldis á Íslandi. Gríðarlegt fjármagn þarf til uppbyggingarinnar og áhugi fjárfesta hvílir á stöðugum leikreglum og gagnsæjum ákvarðanatökum. Og ekki má gleyma að sú magnaða nýsköpun og verðmætasköpun sem átt hefur sér stað í fullnýtingu hlitarafurða byggist í raun á fullvinnslu hráefnis hérlendis. Og er þessi virðiskeðja lykillinn sérstöðu Íslands og öflugri afkomu greinarinnar og ljóst er að keðjuna má ekki slíta. Ljóst er að út frá sjónarhóli fjárfestis er hafsjór tækifæri í greininni, en til að þau sem snúa að eldi skili verðmætum, þá þarf hið opinbera að skapa umgjörð sem veitir fyrirtækjunum stöðugleika og svigrúm til vaxtar. Arðsemin skila sér ef regluverk leyfisveitinga er skilvirkt og skattaleg meðferð raunhæf og uppbyggingarstig fyrirtækjanna. Sé horft á landeldsverkefni geta liðið 5 til 7 ár frá fyrstu fjárfestingu þar til rekstrar afkomi jákvæð sem aftur réttlætir skattlagningu. Óstöðugleiki og óvissa er eitur í beinu fjárfesta en nú þegar það blasir við hversu mikið verðmæti er í húfi, þá hlýtur að vera vilji fyrir sátt og samstarf milli greinarinnar og stjórnvalda. Í erindum sem flutt verða hér eftir munu fyrirlesarar beina sjónum sínum að stöðu fyrirtækja í bláa hagkerfinu og hvers er að vænta á komandi mánuðum og árum. Við heyrum einnig sjónarmið stjórnenda tæknifyrirtækja sem reiða sig á sjávarútveg. Nú býði hæstvirtan atvinnuvegaráðherra Hönnu Katrínu Friðriksson á svið. Góðan dag, kæru gestir. Það er með ánægju sem ég stend hér með ykkur í dag á sjávarútvegsdegi, Deloitte og SFS, vettvangi þar sem við hittumst til að ræða framtíð atvinnugreinar sem hefur í aldanna rás mótað samfélagið okkar, byggðirnar og efnahagslífið. Við erum hér til að ræða íslenskan sjávarútveg og lagareldi á sjó og á landi. Tækifærin í báðum greinum eru gríðarleg, en eins og svo oft áður stöndum við líka frammi fyrir áskorunum. Mig langar til þess í dag að ræða þessa stöðu af hreinskilni með áherslu á það sem stjórnvöld eru
og ætla að gera. En ekki síður langar mig til að tala tækifærin til að sækja fram. Eins og þau blasa við mér, þó að séu auðvitað áhugaverðara og mikilvægara að heyra hvernig þau blasa við ykkur. Þetta samtal sem mig langar til þess að hafa lifandi alltaf. Ríkisstjórnin hefur þegar sýnt á ákveðin spil og sýnt leið að við erum ekki feimin til að taka mikilvægar ákvarðanir. Ég þarf varla að fara í löngu máli yfir breytingar á veiðigjöldum í þessum hópi. Það voru fluttar yfir 1000 ræður á Alþingi síðastliðið vor og sumar misgóðar reyndar en við látum það liggja á milli hluta hér. Markmiðið með breytingunum var og enn alveg skýrt að tryggja þjóðinni sanngjarnan arð af sameiginlegri auðlind sinni, án þess að veikja samkeppnishæfni greinarinnar eða draga úr getu hennar til að vaxa og dafna. Og við munum fylgjast náið með áhrifum þessara breytinga. Sú greiningavinna getur ekki verið einhliða, heldur verður SFS að koma þar að borðinu og við þurfum að vinna saman að betri gagnaöflun og meira gegnsæi. Við þurfum að geta átt samtal þessa kjölfestu atvinnugrein þjóðarinnar og í slíku samtali þarf að ríkja bæði traust og heiðarleiki. Ekki bara á milli greinarinnar og stjórnvalda, heldur líka á milli greinarinnar og þjóðarinnar. Fyrir eins og kom svo berlega í ljós í sumar, þá vantar heilmikið upp á tiltrú almennings í garð okkar stærstu og mikilvægustu sjávarútvegsfyrirtækja. Og það verður að segjast eins og að þar hafa menn sofið á verðinum eða mist sjónar á mikilvægi heiðarlegs samtals við þjóðina. Það auðvitað ekki gott, en það mikilvægt að við horfumst öll í augu við það og veltum því fyrir okkur í fullri alvöru og í sameiningu hvernig við byggjum þetta traust upp og við þurfum að hlusta hvert á annað. Og þar gegna stjórnvöld líka mikilvægu hlutverki og þar geta stjórnvöld líka gert betur. Og talandi að hlusta og horfast í augu við staðreyndir, þá það sem ég hef alla tíð lagt áherslu á að gera, bæði sem ráðherra og sem þingmaður. Þið vitið hvar þið hafa mig og þið vitið að ég alltaf til í heiðarlegt samtal. Ég heyri til dæmis og veit af þeim mörgu áskorunum sem SFS bendir á að fyrirtæki samtakanna standi frammi fyrir þessa mundir. Hærri rekstrarkostnað, sveiflur í aflaverði, launakostnað og óvissu í regluverki og ég tek þessum ábendingum alvarlega. Ég heyri líka vaxandi þunga í þeirri gagnrýni sem ómar óheftan útflutning fersks fisks, þar sem íslenska fiskvinnslur óttast að þær geti ekki keppt við ríkisstuðning erlendra vinnsla. Fiskverkanir vilja draga úr útflutningi og auka fullvinnslu á Íslandi til að auka verðmætin í landinu. Þessar áhyggjur snúast líka orðspor íslenskra sjávarafurða. Óunnin íslenskur fiskur sem fluttur út og unnin í Evrópu getur valdið því að við töpum yfirsýninni og náum ekki að hafa stjórn á gæðunum. Og ef við töpum yfirsýninni hætta á því að við töpum því samkeppnisforskoti sem Ísland býr við. Það tekur langan tíma að byggja upp gott orðspor en það tekur skamman tíma að missa það. Og ég get sagt það hér að við erum að fullri alvöru að skoða mögulegar aðgerðir til að bregðast við þessari stöðu. En það þarf að vera velgert, ígrundað og í samvinnu. En á hverju byggir svo íslensku sjávarútvegur í grunninn? Hann byggir á traustum, sjálfbærum veiðum sem lúta fiskveiðistjórnarkerfi sem aðrar þjóðir öfunda okkur af. Í þessu kerfi þorskurinn grunnstoð, einn verðmætasti fiskistofn okkar og lykill að atvinnu í fjölmörgum byggðarlögum. Í mínum huga það alveg skýrt að við höfum ekki efni á að taka áhættu með þorskinn og fara út fyrir þá ráðgjöf sem Hafrannsóknastofnun hefur sett. Því þrátt fyrir mikla gagnrýni sem sú ráðgjöf hefur fengið, þá lítur út fyrir að íslenski þorskstofninn sé svo eini í heiminum sem ekki á mikilli niðurleið. Loðnan aftur á móti ekki á þeirri miklu uppleið sem vonast hefur eftir. Sveiflur í loðnustofni hafa áhrif á þorsk og aðra fiskistofna, fuglalíf og heila atvinnugrein. Þess vegna eru fjármunir í loðnurannsóknir ekki kostnaður, heldur mikilvæg fjárfesting í framtíðinni. Við þurfum að eiga samtal við Grænlendinga auknar loðnurannsóknir og setja okkur það markmið að loðnuveiðar verði stundaðar að einhverju marki hvert ár til að marka þetta afni.
Ríkisstjórnin einhuga að efla áfram Hafrannsóknastofnun og tryggja vandaða gagnasöfnun, rannsóknir og greiningar, svo ákvarðanir aflaheimildir séu byggðar á bestu fáanlegu vísindum. Auk þess sem nú þegar lagt í stofnunina hefur VFS sjóður á síðustu 12 mánuðum styrkt sérstök rannsóknarverkefni varðandi þorsk og varðandi loðnu. Lagareldi sú grein sem vex hvað hraðast innan íslenska matvælageirans og orðin stór, gjaldeyrisskapandi atvinnugrein fyrir þjóðarbúið. Ég sat nýverið fund með forsvarsmönnum laxeldisfyrirtækja á Vestfjörðum og hlustaði á mjög metnaðarfull áform þeirra frekari uppbyggingu. Sá metnaður fylgdi mér bjartsýni á framtíð greinarinnar, en ég mjög meðvituð að stjórnvöld hafa þar mikilvægu hlutverki að gegna varðandi það hvernig sú framtíð verður. Til að geta þrifist og dafna vel þarf skýrt regluverk, en eins og þið þekkið hefur það hingað til skapa fyrirtækjum og samfélaginu óvissu. Nú á vorþingi mun ég leggja fram nýtt frumvarp til heildarlaga lagareldi, þar sem lagt upp með að regluverk og umgjörð þessa mikilvægu atvinnugrein verði svo best verður á kosið. Að við verðum hér með regluverk og umgjörð sem styður við þá þróun og uppbyggingu sem fyrirséð að verði í greininni, en tekur líka á ýmsum álitaefnum sem hafa komið upp í tengslu við laxeldi undanfarin ár og snúa meðal annars að umhverfismálum og áhættumati erfðablöndunar. Í samhengi við þann vöxt sem í greininni gaman að geta sagt frá því að ég hef kallað eftir því við Hafrannsóknastofnun að gert verði burðarþolsmat í Mjóafirði og tillögur að eldissvæðum. Gert ráð fyrir að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar verði tilbúið snemma á vormánuðum og þá verður ekkert því til fyrirstöðu að farið verði í útboð á svæðunum, enda liggur fyrir strandsvæðaskipulag fyrir Mjóafirði. En það ekki bara vöxtur í sjókvíaeldi, heldur lagareldi líka á flegi ferð, þar sem hráefnið framleitt í lokuðum kerfum og með minni vistkerfisáhættu. Ég þáði nýverið gott boð heimsókn í First Water í Ölfusi og verð að segja að ég heillaðist af þeim faglega metnaði sem það ríkir og þeirri skýru sýn á framtíðar uppbyggingu sem stjórnendur fyrirtækisins hafa. Landeldi First Water og önnur landeldisverkefni á Reykjanesi, í Vestmannaeyjum og fyrir norðan dæmi hvernig nýsköpun í matvælaframleiðslu getur orðið einn af næstu vaxtarsprotum Íslands, ein helsta leiðin í verðmætasköpun þjóðarbúsins. Bara í Vestmannaeyjum áætlað að 5.000 tonnum verði slátrað á næsta ári með tilheyrandi fjölgun starfa. Í Þorlákshöfn, sem var áður einn af stærstu útgerðarbæjum landsins, hefur lagareldi tekið við af hefðbundinni sjómennsku. Ungir menn, ungt fólk sem áður stundaði sjóinn hefur fært sig yfir í vel launuð störf hjá eldisfyrirtækjunum. En svo má þetta ekki gleyma þeirri löngu sögu sem Ísland á í landeldinu, enda hefur landið verið stærsti framleiðandi bleikju í áratugi. Eins og þið þekkið enn mikla fjárfestingar í lagareldi og líklega þarf að bíða í nokkur ár þar til greinin fyrir að skila jafn miklu til þjóðarbúsins og sjávarútvegurinn. Við þurfum því að gefa greininni tíma til að vaxa og það sú sýn sem ég hef, að lagareldi verði svo sterka stoð sem vonir standa til í íslensku samfélagi. Í mínum huga markmiðið skýrt að íslenskt lagareldi, hvort sem í sjókvíum eða á landi, verði sjálfbært, arðbært og byggja á traustum samfélagslegum grunni. Kæru vinir, árið 2025 virðist ætla að verða íslensku sjávarútvegi gjöfult. Verð á erlendum mörkuðum gott og uppgjör þeirra sjávarútvegsfyrirtækja sem hafa skilað inn áslutaskýrslum lítur mjög vel út. Afkoma í sjávarútvegi sveiflast hins vegar á milli ára, en síðustu ár hafa verið okkur hagfelld. Ég átta mig á þeirri óvissu sem greinin býr við, eins og ég kom inn á áðan, en ég verð að fá að segja að það kemur mér eilítið á óvart hve yfirskriftin og upplegg þessa fundar drungaleg. Það ekki tilfinningin sem ég fæ þegar ég heimsæki fyrirtæki og byggðir landsins og ekki í anda þeirra samtala sem ég á við fólk sem lifir og hrærist í þessum bransa. Ég get því miður ekki setið og hlustað á þau erindi sem hér verði í dag. Ég verð að vera mætt á annan fund klukkan 9. En ég mun fá að heyra af þeim og hér sitja fjölmargir af samstarfsfólki mínu í dag. Ég veit að staða fyrirtæki í sjókvíaeldi snúin þessar mundir og ég get sagt það alveg skýrt hér að ég hef áhyggjur af fiskeldisgjaldinu. Ég þeirrar skoðunar að það hafi verið óráð að fara í 2 hækkanir á síðasta kjörtímabili á gjaldi sem ekki tekur mið af hagnaði, heldur einungis tekjum.
En stóra myndin eftir sem áður að ég bjartsýn á framtíð lagareldis á Íslandi og ég trúi því að atvinnugreinin verði eina megin undirstöðum hagvaxtar á næstu árum. En þessi bjartsýni nær ekki bara til fiskeldisins, því sem ráðherra íslensks sjávarútvegs í heild lít ég framtíð atvinnugreinarinnar mjög björtum augum. Við höfum auðlindir, þekkingu, fjárfestingu og viljan til að vinna saman sem þjóð að aukinni verðmætasköpun. Hugur minn stendur svo sannarlega ekki til annars en að sækja fram og tryggja íslensku sjávarútvegi og leið íslensku þjóð bjarta framtíð. En til þess að auðvelda það verkefni þurfum við að standa saman, atvinnulífið, stjórnvöld og samfélagið og byggja þannig upp fyrirmyndar matvælalandið Ísland. Takk fyrir. Takk fyrir gott erindi, Hanna Katrín. Þá komið að stund sannleikans og við bjóðum hér Jónas gest á svið. Já, ráðherra, það eru góði gestir. Ég held að þetta sé metþáttaka, þetta toppar sig alltaf á hverju ári. Og stundum eins og hann gæti komið inn á yfirskriftina. Stundum þarf hann að vera svolítið catchy og þá kannski koma fleiri. Kannski getum hort á þetta svolítið þannig líka. Minnst okkur til kendi Guðni T. á forseti með það þegar hann var með sitt erindi. Það var svakaleg yfirskrift sem ég man nú ekki alveg hver var en erindi var allt öðruvísi. En hann náði áhuga fjölmiðlamanna og annað og kannski er það sem við þurfum að gera og líka til að ná líka áhuga bara almennings eins og Hanna Katrín kom inn á áðan og þetta þurfum við að gera það. Þetta þarf náttúrulega að vera samtal við stjórnvöld og þjóðina framtíðina því að við eigum hérna frábæran sjávarútveg. En eins og ég segi það mjög ánægjulegt að vera komin hérna og fara með ykkur tölur úr sjávarútvegsgagnagrunni Deloitte. Og þetta í 12. sinn sem við höldum sjávarútvegsdaginn í samstarfi Deloitte, samtaka atvinnulífsins og samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. En Deloitte hefur þróað gagnagrunn með rekstrarupplýsingu sjávarútvegsfélaga frá árinu 2001. Upplýsingar í grunnum alltaf verið nákvæmari og eru í ár með 96% í þorskígildu talið að rekstrarupplýsingu hjá sjávarútvegsfélögum sem eru með úthlutaðar aflaheimildir. Og í þessum grunni eru við með 112 fyrirtæki. En gagnagrunn hann virka þannig að tölurnar eru uppreiknað þannig að þeir spegli öll sjávarútvegsfélög með úthlutaðar aflaheimildir. Það er að segja að það er þá bæði aflamark og krókaaflamark. Og honum ætlað að draga fram rekstrarniðurstöðu sjávarútvegsfélaganna og höfum þannig leiðrétt fyrir áhrifum og eignarhaldi innan greinarinnar. Við horfum þannig á reksturinn á Íslandi sem eina svona samstæðu. Til dæmis sem félag A á í hluti félagi B sem einnig rekur sjávarútvegsfélag þar áhrif reksturs B og afkoma ekki meðtalningurinnin því að þannig eru þau tvítalin. Svo þetta stór samstæða sem við erum búin að gera. En sjáum að vöxtin í tekjum á þessari glæru. Grænu súlurnar sína þróun á tekjum frá 2020 til 2024 og gráu súlurnar rekstrarhagnaður fyrir afskriftir eða svokallaða EBITDA. Og að því að það búið að vera mikil umræða að rekstrarhagnaði fyrir afskriftir og menn er oft hort á hann rekstrarhagnaður afskriftir samu hagnaður en það langt í frá að þessi EBITDA þannig að það er kannski ekki að segja mikið í þennan sal hér en þetta náttúrulega hagnaður fyrir afskriftir og þá eftir að koma afskriftir, fjármagnsskuldir og reiknaður tekjuskattur. En tölurnar á myndinni á verðlagi hvers árs eins og allar tölur í kynningunni og eins og við sjáum hérna að tekjurnar í sjávarútvegi lækkuðu 31 milljarð frá árinu 2023 9%. Heildarafli lækkaði 28% og munar þar mest engalóðnu við 37% lækkun á makríl og 28% lækkun á síld. En landarafla á kolmunna jókst 10% og ýsan hún jókst 20%. En eins og oft áður þá hækkuðu afurðar á árinu en verðvísitala sjávar af íslenskum krónum hækkaði 6% á milli ára. En þannig að EBITDA að lækka um eitthvað 23% á fyrra ári og nú 23% af tekjum. Þetta ekki villa, þetta sama talan en þessi tala 2023 var 27%.
En þetta er lægsta EBITDA-framlegð sjávarútvegs frá 2018 og það er bara staðreynd. Og hérna er þessi mynd, ég ætla nú ekki að telja kannski lengi þessa mynd, þið þekkið svolítið þessa mynd, en þetta sýnir þróun á liðnum áratugum og hvernig EBITDA-framlegð sjávarútvegsfélaga sem hlutfall af tekjum hafa aukist frá því sem áður var og það þrátt fyrir að veitu þorskaflinn nokkuð verðmætastegund eins og Hanna Katrín kom inn á hann, hafi dregið saman. Og þorskaflinn hann fór hæst í 450.000 tonn. Það er hérna fyrir dag af svona kvótakerfisins, en í dag á árinu 2024 var hann 222.000 tonn. Og við sjáum bara hvernig framleiðin, þegar við horfum á, búin að setja þetta upp í nokkur tímabil, hvernig hún hefur verið svona stigvaxandi. En framleiðin eins og ég sagði á hann var 23% árinu 2024 og kannski er það þannig, kannski erum við að sigla inn í nýtt tímabil lægri framleiðar en hver veit, auðvitað vonustu ekki til þess, auðvitað vonustu til að fá meira fyrir afurðirnar okkar og við höldum áfram, en það þarf svo sem allt að tala saman og á kostnaðarhliðin líka og allt slíkt í kringum það. En svo ef við horfum hérna á svona EBITDA-framlegð eftir greinum með blöndu uppsjávar og botnfiskfélög, botnfiskútgerð og vinnsla og botnfiskútgerðin, en öll félög sem hafa úthlutar aflaheimildir yfir 2000 tonn í síld og loðnu flokkast undir blöndu uppsjávar og botnfiskfélög, og getur hort á myndin á glærinu sýnir tvennt. Blöndu uppsjávar og botnfiskfélög skila lægri framleiðan síðast ári og það var náttúrulega í samræmi við það sem ég sagði á hann, þetta var nú mest niður á við í uppsjávarfélögunum, uppsjávartegundirnar. En botnfiskútgerð skila hæstir framleiðan í sínu rekstri samanborið við aðra flokka hlutfallslega og botnfiskútgerð og vinnsla skila lögustu afkomunni hlutfallslega. Þá er komið að hagnaði ársins, en hann er 32 milljarðar sem er 45% lækkun á fyrra ári. Stærstu hluti af þessari skýringu er lækkun á framleiðinni, en förum á næstu glæru aðeins yfir breytingun á hagnanum. Og hér sjáum við svona svokallaða brú á hagnanum, þar sem byrjað á EBIT, það er að segja hagnað fyrir vexti og tekjuskatt, en við sýnum samt fyrst söluhagnað varlega rekstrarfjármuna. Söluhagnaðurinn er 1 milljarður, vextirnir eru 22 milljarðar, gengishagnaður 6 milljarðar, áhrif hlutdeilda fyrir að neikvæða milljarður, aðri liður eru söluhagnaður hlutabréfa og reiknaður tekjuskattur 9 milljarðar, þannig endar hagnaðurinn í 32 milljarðar. Eins og við þekkjum á Íslandi hefur fjármagnskostnaður farið vaxandi og hefur sjávarútvegurinn ekki farið varhluta af því, frekar en aðrir á Íslandi, en fjármagnskostnaður sjávarútvegs hefur tvöfaldast á síðastliðnum 2 árum. Heildarskuldar hafa aukist frá árinu 2020, sjáum að heildarskuldir í gráu súlunum á árið 2024 í grænu súlunni. Heildarskuldin árið 2024 með 506 milljarðar, hækkuðu 9 milljarðar á árinu. Skuldir sem hlutfall af EBITDA hefur farið lækkandi síðustu ár, þar sem EBITDA hefur lækkað. Þetta hlutfall var 6,8 í árslok 2024, sjáum á þetta á hvítu línunni ásinn hægra megin. Nýja langtímaskuldir umfram afborgun nefnum 11 milljörðum síðastliðin 5 ár samkvæmt sjóðstreymi félagana. Undanfarin 5 ár hafa nýja langtímaskuldir verið umfram afborgun á 3 af þessum árum, en 2 ár þannig afborgun langtímalánu umfram langtímalán. Hérna sjáum við fjárfestingar í varanlegu rekstrarfjármunum milljörðum í súlunum samkvæmt sjóðstreymi félagana. Og þetta er þannig að þegar við tökum þetta úr sjóðstreymi félagana þá er þetta svokallað netto áhrif. Ef að félag A selur skip til félag B þá telst það náttúrulega ekki sem fjárfestingar því að við erum að horfa á samstæðunni í heild sinni. Og sjáum þarna líka fjárfestingar sem hlutfall af EBITDA í hvítu línunni. Fjárfestingur er að meðaltali 27 milljarðar á árunum 2020 til 2024. Umtalsverðar fjárfestingar voru á árunum 2024 eða 34 milljarðar. Þess má geta að afskriftir fastafjármuna eru 19 milljarðar og þessar tölur sýna svolítið styrk greinarinnar og hvert menn hafa verið að stefna og menn hafa haft trú á þeim fjárstyrkur sem menn hafa verið að gera og til að búa til hagkvæmari rekstur. En þetta er svona ný mynd sem við erum að sýna núna, þar sem við sjáum efnahagsreikning félaganna í árslok 2024, þar sem þessi mynd sýnir okkur að eiginfjárhlutfall er 50%. Bókfærðar aflaheimildir eru 520 milljarðar sem gefur okkur 50% af fjárbeitingu sjávarútvegs eða fjárbeitingu í aflaheimildum. Þetta er það sem greinin hefur greitt til að hagræða innan hennar. Og þetta eru háa tölur sem eru bundnar þarna í aflaheimildunum.
Arðgreiðslurnar, það er nú alltaf símillt að tala þær, en súlurnar sýna arðgreiðslur í milljörðum króna og hvíta línan sýna arðgreiðslur sem hlutfall af EBITDA frá fyrra ári. Arðgreiðslur voru 17 milljarðar á árinu 2024 sem 80% af EBITDA ársins 2023. Arðgreiðslur lækkuðu árið 2024 með árið 2023 4 milljarðar. Hagnaður ársins 2023 var 58 milljarðar, arðgreiðslur því 29% af þeim hagnaði. Svo það hefur verið í sjávarútvegi og þannig hafa byggt upp eigið fé til að geta farið í fjárfestingar, að það bara hluti af hagnanum sem hefur verið greitt úr í gegnum árin. En þess má einnig geta, því að það töluvert af lífeyrissjóðum og fleiri fjárfestum komnir að þessum 3 sjávarútvegsfélögum sem á markaði, 41% af þessum arðgreiðslum tilheyra skráðum félögum á hlutabréfamarkaði. En fleiri mælikvarðar eru til að mæla arðgreiðslur í hlutföllum. Í grænu súlunum sjáum við bókvart eigið fé árslok 2019-2023, en í gráu súlunum sjáum arðgreiðslur sem greiddar út árið á eftir. Og neðri myndin sýnir arðsemi eigin fjár sem hefur dregist verulega saman samhliða lækkandi afkomu. Arðsemi eigin fjár var aðeins 6% á árinu 2024. Til upplýsingar þá voru innlánsvextir bankana hærri en þetta á síðasta ári. Þessi mynd sýnir hversu mikið bein opinber gjöld sjávarútvegsins hafa þróast á undanförnum árum. Bein opinber gjöld samkvæmt þessu voru 28 milljarðar vegna ársins 2024, á tímabilinu 2020-2024 og bein opinber sjávarútvegs 27 milljarðar að meðaltali ári. Á árinu 2024 er tekjuskattur 8,2 milljarðar, veiðigjöld 10,3 milljarðar og tryggingagjald 6,9 milljarðar og kolefnisgjald 2,4 milljarðar. Veiðigjöld voru svipuð frá fyrra ári, en reiknistofn veiðigjaldsins sem greitt var á árinu 2024 vegna ársins 2022. Núna á árinu 2025 er búið að greiða 9,9 milljarðar veiðigjald fyrstu 9 mánuði ársins og stefnir veiðigjald ársins 2025 í að vera í kringum 13 milljarðar. Reiknistofn veiðigjaldsins er árið 2023 sem var mjög gott ár í íslensku sjávarútvegi, útvegi eins og ég áður komið fram á. Ástæða þess að við svona seinkuðum sjávarútveginum var að við vorum að vonast til að vera komið veiðigjald per kíló, en það er því miður ekki búið að gefa það út. Ríkisskattstjóri gerir tillögu um fjárhæð veiðigjalds á hvern nytjastjórn fyrir 1. desember til ráðherra og ráðherra þarf svo að auglýsa gjaldi fyrir áramót. Svo þannig bara eins og þetta í lögunum. Til að skoða fyrirhugaðar breytingar þá áætlum við að veiðigjaldi verði 18 milljarðar, þannig að það er tala sem var áætlað myndi verða, en að sjálfsögðu með fyrirvörum aflamagn og slíkt. Og einnig tókum við hækkun á kolefnisgjaldi sem stefnir í 103% hækkun frá árinu 2024 ef frumvarp kílómetragjald verður að veruleika. Hluta þessar hækkunum komið til framkvæmda en 59% þann 1. janúar síðastliðinn. Ef þetta gerist þá mun þessar hækkanir verða á árinu 2026, en við setjum þær upp eins og þær eru komið til framkvæmda 2023 og 2024 til að greina áhrifin þessi ár. Þannig myndum við brú frá hagnaði áranna 2 og að teknu tilliti til tekjuskatts á minnkar hagnaður 2023 og 58.049 og arðsemi eigin fjár fer úr 12,4% í 10,6%. Og vegna ársins 2024 þá fer hagnaður úr 32 milljónum í 23 og arðsemi eigin fer þá úr 6,3 í 4,7. Svo eins og við vitum íslenskan sjávarútveg þá eru gríðarlegar sveiflur alltaf á milli ára. Og Deloitte hefur smíðað gagnagrunn rekstur fiskeldis á Íslandi til að fara í gegnum helstu niðurstöður úr gagnagrunnum fyrir árið 2024. En gagnagrunni Deloitte er ætlað að draga fram rekstrarniðurstöðu fiskeldis á Íslandi og höfum þannig leiðrétt fyrir áhrifum og eignarhaldi innan greinar eins og hjá sjávarútvegsfélögunum. Samhliða aukningu í framleiðslu á eldisfiski hafa tekjur aukist jafnt og þétt og eru tekjurnar 60 milljarðar króna á árinu 2024. Framleiðsla jókst 10% árinu. EBITDA er 2,5 milljarðar en tapar rekstri fiskeldis árinu upp á 7,6 milljarðar. EBITDA er að lækka 6 milljarðar sem skýrist af töluvert hærri framleiðslukostnaði og eins eru svo afskrifnar og fjármagnskostnaðurinn hærri. Nokkuð mörg félög eru rekin með tap á árinu 2024 og þar af 3 sem fóru yfir 1 milljarð í tap. Skýringar eru seiðadauði, hækkun á framleiðslukostnaði, jarðhræringa og einnig hækkun á auðlindagjöldum hjá sjókvíaeldinu. Á þessari mynd, nú í fyrsta skipti, þá sjáum við fiskeldi brotið upp í landeldi, sjókvíaeldi og seiðaeldi. 76% af tekjum koma úr sjókvíaeldi, landeldi er á sínum uppfasta árum á Íslandi og sjáum að það er neikvæð EBITDA en í sjókvíaeldi þar sem EBITDA er jákvæð sem á seiðaeldi.
Öll rekstrarformin skila tapi á árinu 2024 frá 4,4 milljörðum hjá sjókvíaeldi í 2,9 milljarða hjá landeldi og 300 milljón hjá seiðaeldinu. En samhliða aukningi framleiðslu og fjöldi launþega aukist í greinni og telur árið 2024 864 launþega, upp 59% frá árinu 2020, auk fjölda verktaka sem vinna við greinina. Hér gefur að líta efnahagsreikning fiskeldis í lok árs 2024 og eins og sjá má eru skuldirnar 107 milljarðar og eiginfé 94 milljarðar eða 47% eiginfjárhlutfall. Og heildareignirnar eru 201 milljarðar sem skiptist í 124 milljarðar í fastafjármuni og 77 milljarðar í veltufjármuni. Eiginfé greinar hefur aukist frá ári til árs þar sem hlutar hafa verið að auka við hlutafé. Ef við skoðum eignahliðina sjáum við töluvert fjárbendingar í veltufjármuni, það er 77 milljarðar króna sem er 38% af heildareignum greinarinnar. Hér munar mest fjárbindingu í lífmassa, en lífmassi og aðra birgðir eru 58 milljarðar. Efnahagsreikningur fiskeldisins er sterkur sem veitir ekki af í þeim uppbyggingafasa sem fiskeldi er í og við höfum einnig séð áföllum sem hafa komið á greinina undanfarin ár. Þessi mynd sýnir bein og opinber gjöld fiskeldisfélaga árunum 2020 til 2024. Bein og opinber gjöld samkvæmt þessu eru 2,6 milljarðar árunum 2024. Árunum 2024 eru tekjuskattur 200 milljónir, tryggingagjald 700 milljónir, kolefnisgjald 200 milljónir og auðlindagjald 1,5 milljarðar. En auðlindagjald samanstelltur á gjöldum vegna fiskeldissjó og framlegð með fiskeldissjó. Fyrstu 6 mánuði ársins 2025 var búið að greiða 857 milljónir í auðlindagjald, þannig að gjaldið fer síhækkandi. Við skoðun á þessum tölum þarf að hafa í huga að ræða unga atvinnugreinar uppbyggingu og tapið á síðastliðnum 5 árum. Einungis 3 félög í gagnagrunni Deloitte greiða tekjuskatt, önnur félög enn að nýta uppsanna tap frá uppbyggingartímabili eða í taprekstri. Hér sjáum við mynd af gjaldi á slátra kíó í sjóeldinu. Það eru 5 félög sem að greiða fiskeldisgjaldið sem lagt á sjókvíaeldi, en samanlagt tap þeirra árunum 2024 er 3,7 milljarðar. Og þetta er svona kannski, maður getur tekið vel undir það sem að ráðherra sagði á hann. Það er óeðlilegt að vera að setja svona gjöld á bara sem flúta bara við tekjurnar. Félögin eru í töluverðum taprekstri og samt að greiða gríðarlega há gjöld. Og eins og ég sagði, 4 í taprekstri en bara 1 í hagnaði. Þetta gjald er reiknað út frá markaðsverði út frá ákveðnum forsendum og það eru 5/7 komin til innheimtu á árinu 2024 og svo sjáum við þá 6/7 þarna á myndinni sem er 45 krónar og svo fer þetta gjald í fulla álagningu 2026. En það er spurning hvað gjaldið verður hátt 2026 þó að það sé komið fulla álagningu því að heimsmarkaðsverð á laxi hefur náttúrulega lækkað, en þá eftir að koma í ljós. Eins og við höfum farið yfir hefur íslensku sjávarútvegur fjárfest verulega á undanförnum árum. Afkoman hefur jafnframt verið sterk undanfarin ár en nú hefur hún verið að gefa eftir. Afkoma lækkaði þó árinu 2024 töluvert vegna samdráttar í magni. Árið 2025 hefur farið ágætlega af stað, það sést bersýnilega í uppgjörum sjávarútvegsfélaga í Kauphöllinni, þar sem hagnaður á fyrri hluta ársins hefur aukist frá fyrra ári og makrílvertíðin gekk vel á 3. ársfjórðung. Ekki er eins góðar horfur varðandi kolmun og makríl á næsta ári. Eins hafa kolefnisgjöld verið að hækka og beðið eftir útreikningum vegna veiðigjalds. Áhugavert er að fylgjast með þróun sem er áttu stað í fiskeldi sem er nú 15% umfangi íslensks sjávarútvegs mæltu í tekjum út frá gagnagrunni Deloitte. Töluverðar fjárfestingar hafa verið í fiskeldi undanfarin ár og vísbendingar eru að sú þróun haldi áfram. Mörg landeldisverkefni eru í uppbyggingu en árið 2024 hefur falið í sér ýmsar áskoranir bæði fyrir sjávarútveg og fiskeldi. En fróðlegt verður að sjá hvernig rekstrartölur munu líta út fyrir árið 2025. Takk fyrir mig. Já, þegar að frumvarpið kom fyrst fram og þá hélt maður fyrst að þetta væri nú einhvers konar grín. Það er mjög erfitt fyrir fyrirtæki að taka á sig við líka hækkun á sköttum. Þetta er ekkert annað en skattahækkun á einu bretti. Og maður hélt nú að þeir myndu draga hans úr þessu. Þetta er ekki alveg jafn mikil hækkun og var þetta veruleika. Þannig að við fundum mjög fljótlega fyrir því að menn fóru að draga úr eftirspurn. Menn fóru frekar að horfa til þess að bíða með fjárfestingar. Og það er ekkert launungarmál, það er samdráttur.
Já, við finnum mikið fyrir hækkun veiðigjalda og það bara algjört fjárfestingarstopp í búnaði á Íslandi í dag. Og við vorum komin mjög langt, vorum bara komin í samningagerð með marga stóra samninga þegar þessu var skellt á og það er allt bara frosið, botnfrosið. Við þökkum Jónasi gesti fyrir þétta samantekt afkomu greinarinnar og Frey Friðriksinni hjá KAP og Kristjáni Karli Alsteinsinni hjá Samey fyrir að deila með okkur á hreinskilinn hátt hversu alvarleg staðan í rekstri stoðfyrirtækja í sjávarútvegi. Það lítur út fyrir að fjara muni undan öllum þessum verðmætum og störfum sem fyrirtæki sem þessi skapa ef að frost í fjárfestingu sjávarútvegsfyrirtækja vari mikið lengur. Augljóst að stjórnvöld fyrir að grípa hratt inn og koma í veg fyrir frekari skaða sem þung skattbyrði og óvissa að valda. Næsti fyrirlesari Gunnþór Ingvarsson, forstjóri Síldarvinnslunnar á Neskaupstað sem deilir nú með okkur áskorunum í rekstri félagsins. Gjörðu svo vel, Gunnþór. Ég tók iPadinn með mér af því að ég játa það, ég aðeins svona að sjá illa, ég var ekki viss að ég myndi sjá hinn textan. En ég svona komið sæl. Ráðherra hefði verið gaman að hafa hann ef hann hefði tíma að vera með okkur. En við skiljum líka hans annir í störfum en ágætu gestir og þingmenn, það gaman að sjá þingmenn hérna. Það svona eitt af því sem við í atvinnugreininni erum aðeins farin að sakna á vinnustöðunum hjá okkur. Mikið að gera hérna, sjáum það ekki eins oft og áður. Þannig að jákvæmt að sjá þingmenn hérna í salnum. Og eins vil ég nú heilsa ykkur sem að heimasitið og hafi ekki komist með annars gerir ég ráð fyrir að fólk út af landi sé að horfa á beina útsendingu. Nú, þokuloft og þungur sjór. Hvað verður að láta mig skrifstofubókin að fjalla þokuloft og þungan sjó? Ég sé aldrei annað en austfirska sól og blíðu alla daga. Ég skal reynda að játa að austfjarðaþokan kemur annars lagi að milli mín og sólarinnar. En ég sem staðinn upp austur á fjörðum og ekki búinn að vinna við neitt nema sjávarútveg síðustu 30 árin. Þegar ég hlustaði á Guðmund, vin minn í Brimum daginn, þá komst ég að því, frá því að ég byrjaði í sjávarútvegi, þá hafa verið 11 sjávarútvegsráðherrar. Og það var einu sem rættu mig hvort ég ætti ekki að fara í pólitík þegar ég var yngri. En þegar ég skoðaði þetta, þá sé ég að val mitt var rétt. Enda starfi í sjávarútvegi gefandi, fjölbreytt, með áskoranir og tækifæri á hverjum einasta degi. Það er gaman að vinna í sjávarútvegi. Hvað ætla ég að tala um? Ég ætla að reyna svona aðeins að koma inn á hvaðan við komum, hvað við erum að fást við, hvað við erum að gera og hvert við viljum fara. Ef sagan er skoðuð ljóst að á þeim 120 árum sem liðið hafa frá velbótavæðingunni hefur okkur lánast með samstilltu átaki fyrirtækja í sjávarútvegi, með fulltingi vísindasamfélagsins, stjórnvalda og öflugra tæknifyrirtækja og samfélaga á bak við fyrirtækin, að auka verðmæti, framleiðni og lífskjörum með farsælli nýtingu á sjávarauðlindinni. En það held ég að velkistenginni vafa að það var hún sem kom okkur úr torgkóðum og átti þar stærstan þátt. En það eru kannski ekki margir hérna inni sem muna tíma óðaverðbólgu á árunum 1980-90. Muniði það að verðbólga 1983 var 83%.
talandi stöðuleika. Gengi dollar féll 600% á árunum 1980 til 86. Já, ég held okkur sé stundum hollt að rifja upp hvaðan við komum. Á þessu tímabili 1980 til 90 þá var ekki slegist veiðigjöld. Verðmæti kvóta var ekki hátt 1984. Kvótakerfi var ekki sett á í þökk allra útgerðarmanna. Ég heldur hef ekki litið á þessu gjöf. Ég tel að ákvörðun aflamarkskerfi, samþættingu veiða og vinnslu ásamt framsali aflaheimilda sem kom á 1991 hafi skilað okkur stærstu framfaraskrefunum. En með þeim hurfum við frá ofveiði, gömlum hugsanarhætti þar sem við veiddum og skammtíma sjónarmið reiðum miklu. Kerfi sem við búum við í dag, það krefst hugsunar skipulags frá veiðum til markaðar. Og við hugsum til framtíðar. Sjávarútvegur alþjóðlegur. Þó við séum eyja, þá erum við ekki eyland í sölu á sjávarafurðum. Okkar markaðir eru erlendis og auknar álögur hér heima sitjum við einfaldlega uppi með. Við veltum þeim ekki út í verðlagið, samkeppnishæfni okkar minnkar og hún skerir samkeppnishæfni okkar sem þjóðar líka. Við erum að fást við ýmislegt. Tollar í Ameríku, þeir eru að segja til sín. Samdráttar er farið að gæta í ákveðnum flokkum þarinn. Stríðsátök hafa haft mikil áhrif á okkur. Við erum að sjá markaði eins og sem við höfum haft aðgangi í áratugi og oft reynst okkur mikilvægir eins og Rússlandsmarkað, lokaðan í þó nokkur ár. Viðskipti við Úkraínu, það er stríð. Stóru viðskiptaauðnar af uppsjávarfiski hafa gengið ótrúlega vel að miða aðstæður. En ég skal játa það, eigandi kröfur og viðskiptavin í Úkraínu og byrja inn á klefa sem býður til harðanga, þá bregður mann í hvert skipti þegar mann kveikir á útvarpinu eins og í morgun. En þyngist það. Samdráttur í þorskheimildum okkar sem á annarra þorskveiðiþjóða hefur hækkað verð á mörkuðum, eftirspurn hefur breyst, fleiri eru farnir að ásælast þorskinn okkar, bæði sem hráefni og líka inn á sína markaði. Og nú verðum við þeirri stöðu að við þurfum að vanda valið hvernig við förum með þessa verðmætustu tegund. Við þurfum einfaldlega að vanda valið við val á mörkuðum og hvernig við ráðstöfum okkar verðmætum. Aðeins að fara í sveiflur og svona náttúruna sem við búum við. Sveiflur í loðnuveiðum og móttaka fiskimjölsverksmiðja. Mér finnst þessi mynd athyglisverð. Ef við skoðum þetta frá 96, fyrstu 10 árin á þessu tímabili voru loðnuveiðar 970.000 tonn að meðaltali á ári. Næsta áratuginn, 2006 til 2016, voru að veiða meðaltali 325.000 tonn af loðnu. Síðasta áratuginn, en þar erum við reyndar að sjá 2 loðnulaus ár og önnur ár með lítilli loðnu, 1 ár sem ber þetta uppi, en þar erum við að tala 165.000 tonn. En til allra hamingju höfum við séð fleiri tegundir koma inn í uppsjávarfiskinn og tekjukörnuna þar. En hvað veldur? Er það afræn hvala? Við erum í nýlega skýrslu sem segir að hvalastofnar við norðanvert Atlantshafs er að taka 36 milljónir út úr fæðukeðjunni. Það er verið að koma á stað vinnu núna við að gera endurmat á hvölum. En það þarf ekki að veltast í vafa hvernig þeir hafa fjölgað sér. Er það veiði með flotróli? Eru það loftslagsbreytingar og hlýnun sjávar? Höfum við breytt aðferðafræði mat á stofninn? Er það kannski fæðuskortur? Eða bara eitthvað allt annað, eða blanda þessu öllu. Við þurfum að leita svara. Efla rannsóknir og vitneskju okkar, þess vegna fagna ég orður ráðherra hérna áðan, talandi að við þurfum að auka þá rannsókn. Við þurfum að spýta í lófana, því að því ekki bara mæla og mæla, við erum líka að reyna að skilja orsakir breytinga og átta okkur á hvað erum með í höndum. Því að við viljum öll nýta þessa sjávarauðlind okkar með sjálfbærum hætti hér eftir sem hingað til. Aðeins bara til þess að skerpa á þessum sveiflum, að þá erum við til þess að horfa núna bara á næsta ári að uppsjávarheimildir samkvæmt ráðgjöf er að skerðast 230.000 tonn. Við erum að sjá verðmæti fara niður svona 36 milljarða. Svona aðeins bara til þess að við
sýti þessar sveiflur allar sem við tölum í tölur. En í þessum tölum reyndar erum við byrjunarkvóti í loðnu, þannig að við bindum náttúrulega mikla vonir við að loðnan finnist, en það gerir á hverju ári. Og þá náttúrulega minnkar þessi samdráttur töluvert. Góð loðnuvelti álega að geta skilað okkur 30–40 milljarða. En þetta endurspeglar ágætlega þær sveiflur sem við búum við. Mér finnst þessi mynd mjög athyglisverð og hún segir okkur það að Íslendingar veiðum 70.000 tonnum minna af þorski í dag en við gerðum 2019. Það er mjög áhugavert að skoða veiði Noregs og Rússlands. Við skoðum þær lengst til vinstri. En þar er þess að samdráttur på 60% frá 2019. Þannig að þegar þessi mynd er skoðuð þá held ég að þó við séum ósátt og viljum veiða meiri þorsk og teljum að margir hverjir að þar megi gera betur. En okkar þorskstofn hefur allavega ekki farið eins illa og þorskstofninn norður frá. Þannig að heildar þorskveiðin á þessi tímabili hefur minnkað 500.000 tonn. Þetta felur í sér miklar áskoranir, en það leynast líka ótrúlega tækifæri í þessu. Við erum að sjá gríðarlega verðhækkanir af þorski inn á mörgum mörkuðum og ég held einfaldlega að það muni ekki allir markaðir geta keypt þorsk í framtíðina meðan við núið, sem vegna samdráttar í frambúði. En það opnast mikil tækifæri fyrir aðrar tegundir. Við erum að sjá ýsu hækka í verðum, við erum að sjá opnast markaði fyrir ýsu. Við erum að sjá núna undanfarinu ufsa hækka og við eigum aðrar hvítustegundir, löngu, keilu, svo eitthvað sem nefnt. En ég held að séu líka ótrúlega tækifæri í þessum tölum, en það er líka alveg vandasamt að vera eins og þjóð sem veiðir mestan þorsk af þessum þjóðum sem eru hérna myndinni. Eða við erum með 32% heildar þorskafla þessara þjóða. Já, veiðigjöldin. Auðvitað var þessi umræða veiðigjöld sjávarútveginum skaðleg. Ég held að það hafi verið þjóðinni skaðleg og ég held að það líka bara verið Alþingi skaðleg. Og ég ætla rétt að vona að við getum komist hjá svona átökum í framtíðinni með samtali og samráði allra hagaðila og sameinast tillögur og leiðir. Það liggur alveg fyrir að það hefði þurft frekari greiningar á afleiðingum gjaldanna fyrir fyrirtækin, byggðir landsins, fjárfestingargetu og framþróun greinarinnar til aukinnar verðmætasköpunar. Kannski hefði verið skynsamlegt að móta fyrst atvinnustefnu stjórnvalda og aðlaga veiðigjöld að markmiðum hennar, svona að mann hefði forgangsraðað þessu rétt. Ég hef allan að kosið að aðilar hefðu gefið þessi betri tími í þessa vinnu og átt ákveðið samráð við hagaðila. Auðvitað fagnaði líka þegar orður ráðherra hér áðan þegar hún talaði til dæmis gjöld á fiskeldi og hafi áhyggjur af því að þau var ekki afkomutengt, enda blasir við að fiskeldið er búið að moka tapa gríðarlegum fjármunum ef við skoðum síðasta ár og svo eru 3 félög búin að birta tölur fyrir fyrstu 9 mánuði þess árs. Þar held ég að þessi búið að tapa einhverju 9 milljörðum í viðbót við þessa 7 í fyrra. Á sama tíma eru við í háum skattheimtum. Og þetta er það sem gerist þegar menn taka skattheimtu úr samhengi við afkomu reikningafélaga. Þetta er það sem gerist ef við ætlum að fara að miða við verðlag í Noregi eða einhverja markaði sem að fyrirtækin eru ekki á. Þannig ég held við þurfum að vanda okkur þessu en ég fagna líka því að ráðherra sagði að þau myndu fylgjast með afleiðingunum og vera tilbúin til að bakka. Og það er alltaf hollt að við séum tilbúin að endurskoða leiðina. Þó við kjósum gjarnan þegar við stöndum að vegamótum og leggjum á stað í óvissuferð að horfa á kortið fyrst og átta okkur á því hvert við erum að fara. Við getum verið búin að keyra helvíti taka ranga beygir á leiðina ef við förum að horfa og sent á kortið. En gjöldin hafa vissulega ekki verið birt ennþá opinberlega, það ríkir óvissa hver þau verða og eina sem er vita að þau hækka töluvert. Í tilfelli síldarvinnslunnar þá held ég eigi sem er 3 eða 4 gjöld sviðsmyndir. Ekki eitthvað sem síldarvinnslan bjó til, heldur það sem við fengum frá hinu opinbera í aðdraganda setningu laga. Þannig að það munar held ég hátt í 500 milljónum á lægstu tölu og hægstu tölu í þeim sviðsmyndum sem við fengum frá stjórnvöldum, sem endurspeglar í rauninni að málið er flókið og þetta hefði þurft að vinnast betur. Í þessari umræðu veiðigjöldin þá var því oft fleygt fram að í sjávarútvegi væri ofurarðsemi. En er ofurarðsemi í sjávarútvegi?
Ef við skoðum hér aðeins söguna, arðsemi eigin fjár í sjávarútvegi sveiflast mikið sem skýrist auðvitað af þeim sveiflum sem ég er búinn að fara yfir hérna áður. Sjávarútvegurinn á að vera áhugaverður fjárfestingarkostur, þar sem fjárfestar sjá hag í að fjárfesta og auka verðmætasköpun. Eigið fé er hátt í greininni eins og var farið yfir hérna áðan til að félögin geti staðið að þessu sveiflum. Við þurfum hátt eigið fé. Þetta er fjárfrek atvinnugrein, þar sem mikið fjármagn liggur í skipum og fastafjármunum. Þegar tölur eru skoðaðar sést að bókfært virði aflaheimilda er nánast jafnt eigið fé. Bókfært virði er eins og Jónas kom inn á, er í rauninni það sem keypt hefur verið og segja má að þeir fjármunir sem greinin hefur notað til að kaupa aðra út og er með einhverja 450 milljarða inn í sínum efnahag í dag, að þeir fjármunir hafa vissulega leitað í fjárfestingar og uppbyggingu samfélagsins í öðrum atvinnugreinum, sem er jákvætt. Þannig að við erum ekki bara að hafa jákvæð áhrifin í sem sjávarútvegurinn líka með þessum hagræðingum sem var sett á greinina 1991 og þeir fjármunir sem hafa farið út úr greininni sem að munir sumir tala með söknuði, en þeir hafa unnið og margfaldað sig annars staðar í samfélaginu og ýtt undir okkar lífskjör. Það má ekki gleyma því. En hvert er markmið með gjaldtöku? Ef við skoðum nú aðeins kolefnisgjaldið, er markmið að stýra okkur í átt að umhverfisvænni orku. Það er vissulega göfugt markmið, en erindislega þegar lausnin er ekki til staðar. Eins og staðreyndin er með fiskiskip, það er engin annar orkumiðill komið fram. Keppinautar okkar búa ekki við þennan kostnað. Þetta stuðlar því ekki að orkuskiptum. Þeir sem geta sniðgengið gjöldin með olíukaupum utan landsteina gera það. Uppsjávarfyrirtækin er að kaupa olíu í Færeyjum, engin kolefnisgjöld þar. Íslensku olíufélögin fara að missa upp tekjur. Meira að segja Landhelgisgæslan kaupir olíu í Færeyjum. Fiskimjölsiðnaðurinn er búinn að fjárfesta fyrir marga milljarða í orkuskiptum, en við fáum ekki raforku. Við erum neyddir í olíu, þangað til nýverið að það lokaði á Grundartanga. En á sama tíma höfum við horft á virkjanir renna og vatn óbeislað til sjávar. Auðvitað þurfum að fara yfir þetta saman og leysa þetta. Þetta er ekki boðlegt. Nú, skattspor. Ég held að þarna kannski sé grundvallar, í mínum huga misskilningur, allavega ágreiningamunur á milli okkar og þeirra sem að töluðu fyrir ofurskattlagningu og mjög háa veiðigjöldum. Það er hvernig fjármunir farið með fjármuni. Af því að þegar heildarskattsbót greinarinnar að skoða blasir við að veiðigjaldi sem orkan fór að deila er lítill hluti af heildarskattsbótnum. Ég tel að það sé ákveðin sátt eðlilegt og sanngjarnt veiðigjald. En hvernig finnum við það út? Skattbót sjávarútvegs undanfarin ár sýnir á þessari mynd að greinin er ekkert skattfælin og það er ekki óeðlilegt að sjávarútvegurinn taki þátt í þeim kostnaði sem snýr að því að reka umhverfi sjávarútvegs og þann hluta af rekstri stofnana sem snýr að sjávarútvegi. Og greinin á bara að vera stolt af því. Eina greinin innan OECD sem er aflögufær til að borga og taka þátt í sinni umgjörð og leggja til samfélagsins. En þarna sjáum við að brotna línan, hún sýnir skattspordel með hagnaði á sama tíma. Þetta er tekið úr Hagstofugögnum. Þrisvar á þessu 12 ára tímabili fer skattsporið undir hagnaðinn. Verkefni okkar allra er að auka þetta skattspor. Það gerum við með því að styrkja samkeppnisefni, auka verðmætasköpun og fjárfestingarhvata. Við þurfum að fjárfesta í nýjustu tækni hverju sinni. Við þurfum að fjárfesta í nýjum skipum. Við megum ekki taka þennan hvata út með ofurskattlagningu. Ég tel að þessum fjármunum sé betur varið og við munum margfalda fjármuni betur með fjárfestingum og framþróun, verðmætasköpun. Við munum stækka kökuna saman, við munum auka heildarskattbyrði. En ef á að sjúga fjármuni út með svona ofurskattlagningu, þá óttast ég að til lengri tíma litið eins og greiningar hafa sýnt hjá sumum hagfræðingum að heildarskattbyrði bara minnki og allir tapa að lokum. Nú, við höfum fjárfest mikið, eins og Jónas kom inn á, uppsjávarmegin höfum við fjárfest í nýjum skipum og vinnsluafköstum og tækni. Þetta hefur stutt aukna verðmætasköpun og manneldisvinnslu. Við erum til þess að sjá allt aðra sviðsmynd í dag á verðmætasköpun þegar kemur að loðnu, makríl. Við höfum 2010, þá vorum við ekki með vinnslu til að vinna verðmætt og makríl. Það búið að fjárfesta marga milljarða í vinnslum og skipum. Bolfiskmegin höfum við fjárfest í nýjum fullkomnum vinnslum sem hámarka nýtingu hvers flags og fisks. Töluverð fjárfesting hefur verið sett í nýtingu hliðarafurða og þar er ennþá óplæður akur og nóg eftir. Enn er mikil fjárfestingarþörf til staðar í skipaflótanum, hann er gamall,
Þó við fögnum gjarnan og horfum gjarnan bara á nýju skipin, þá gleymum við oft að horfa á eldri skipin á bakvið. Við þurfum helst að vera stöðugt að smíða skip til þess að halda flotanum í viðunandi ástandi. Áfram þarf að endurnýja vinnslubúnað, síðast en ekki síst setja fjármuni í rannsóknir og þróun á nýjum mörkuðum og tækni. Þó mikið hafi verið fjárfest í orkuskiptum en mikið verk óunnið, eins og kom bersýnilega fram á umhverfisdegi sem Samtök atvinnulífsins héldu í gær. Fyrir okkur í útgerðinni þá skiptir gríðarlegu máli að vera á tánum og taka þátt í raunhæfum verkefnum sem stuðla að minni orkunotkun með nýrri skipum. Við verðum líka að vera tilbúin til að stíga skrefið til orkuskipta þegar lausnir koma fram og við þurfum líka sem ábyrg grein að taka virkan þátt í að finna þær lausnir og hafa áhrif á þær lausnir sem verða að veruleika. Við erum miklu betur til þess fallin sem erum í greininni, erum að stýra skipum og útgerð að þróa þær lausnir með stjórnvöldum en ekki að láta stjórnvöld þróa þær lausnir fyrir okkur. Þetta krefst gríðarlegra fjármuna. Og ég var nú bara örstutt eitt dæmi í skipafjárfestingu. Ég tel að nýi börkur sé að nota 45% minni olíu per veitt tonn en eldri börkur. Svona hafa fjárfestingar skilað sér. Mér finnst oft í umræðunum þessa skattheimtu og veiðigjöld og annað að menn tala dálítið mikið að léttuðum tölur og upphæðir. Þess vegna datt mér bara í huga að setja upp svona einfalt dæmi af því að Jónas Gestur var hérna með 8 milljarða og oft talaði 8 milljarða í kringum þessi veiðigjöld. Fórum upp í 12 milljarða, þetta sveiflaðist svona á milli en hann var með 8 milljarða. En hvað þýða 8 milljarða veiðigjöld í fjárfestingargetu? Ég til að þetta skerði fjárfestingargetu upp á 78 milljarða. Og þá ég að miða við 50% eigið þegar á móti fjárfestingu sem 20 ára afborgunartíma og 5,5% vexti. Já, þetta eru gríðarlega stóra tölur. Og til að setja þær aðeins í samhengi, þá kostar nýr frystitogar einhverja 12 til 15 milljarða í dag. Uppsjávarskip eins og Börkur og Vilhelm 9,5 milljarða. Ísfisktogari 5 til 7 milljarða. Bara svo fátt eitt sem nefnt. Þannig að ég held að við þurfum stundum aðeins að halla okkur aftur og skilja tölurnar á bakvið það sem við erum að segja og þýðingu. Þannig ég segi við ykkur, ef við fjárfestum fyrir 78 milljarða, þá erum við að auka verðmætasköpun. Við erum að fjárfesta í nýjum lausnum, nýrri tækni, en við þurfum þetta svigrúm. Auðvitað eigum við að vera stolt og glöð með okkur. Okkur hefur tekist ótrúlega vel með í nýtingu á þessari blessuðu auðlind okkar. Og ég held að þjóðin sé stolt og ég held að þessi gjá milli sjávarútvegs og þjóðar sé ekki til staðar eins og ráðherra í að hérna áðan. Ég held að sé ekki þannig. Þó svo að einstaka popúlískir stjórnmálamenn á öllum vængjum og vinveittir fjölmiðlamenn kasti þeirri mynd upp. Við erum með skoðanakannanir, áratuga gamla skoðanakannanir innan LU og SFS í dag sem sýna bara aðra mynd og ég tek alveg mark á þeim. Gerðar á sama tíma á hausti hafa verið gerðar í alls konar umræðu og neikvæðri umræðu og erfiðleikum í sjávarútvegi og við sjáum alveg niðurstöðum það. Þannig að það ekki þessi gjá. Þannig að við skulum alveg bera höfuðið hátt og vera stolt að þessu við erum að gera. Við erum að ljúka góðu ári. Brim birti sterkt uppgjör í síðustu viku. Síldarvinnslan er búin að birta afkomu viðvörun og við erum bara stolt af því. En eins og ég farið í gegnum hérna þá geta verið sveiflur og 1 gott ár ekki ávísun á það næsta að vera eins. Þetta stundum bara eins og fótboltaleikur. Maður svona býr liðið undir næsta ár og þegar liðið undir loka þá fyrir mann svona íhuga næsta leik en maður þarf að klára hvern leik. Því að þegar einu ári lokið þá tökumst við á við nýtt ár með nýjum áskorunum. Ég veit ekki, ég hugsaði dálítið hvort ég ætti að tala þetta eins og fótboltaleik eða fótboltatímabil, verandi Liverpool-maður, að þá vildi maður helst vera í síðasta tímabili, en það ekki þannig. En það verða sveiflur uppsjávarmegin, það liggur fyrir á nýja ári eins og ég sýndi ykkur áðan. Við bíðum eftir aukningu í þorskinu sem lætur aðeins á sig standa, en við sjáum gríðarleg tækifæri þar í hvítfiski og á markaðsleiðinni, verð eru há og sterk og við höfum hellingstækifæri þar ef við höldum rétt á spilum. Við munum að sjálfsögðu aðlaga okkur að þeim áskorunum sem á okkur eru settar, hvort sem það í hækkun veiðigjalda, stríðsátökum, markaðssveiflum, tollum. Auðvitað þurfum við bara, íslenskur sjávarútvegur hefur góða aðlögunarhæfni og við munum aðlaga okkur að því. Við höfum gríðarlega mikinn mann innan okkar greinar, við höfum hátt tæknistig
Ég alveg samfónum með það, ef við snúum bökum saman, að þá engin vafa því að við munum baka stærri köku, mun stærri köku. Þannig að allir fái stærri stæði. Nú, þessi fallega ljósmynd var tekin borð í beiti NK fyrir utan Grindavík í gær, eða á sunnudaginn. Og hún sýnir ykkur í rauninni bara, ekki að villast að það bjart framundan. En framtíðin í okkar höndum. Stjórnvöld, fyrirtækin, vísindasamfélagið og skólasamfélagið. Við þurfum að taka höndum saman, við þurfum að snúa bökum saman eins og við höfum gert í gegnum aldirnar. Ég hef þá trú að saman komumst við mun lengra og bökum mun stærri köku. Stjórnvöld hafa boðað nýja atvinnustefnu, það mikilvægt að samráð og samtal sé virt og það sé hlustað við alla hlutaðeigandi. Við viljum í sjávarútvegi sjá einfaldara regluverk með áherslu á aukna verðmætasköpun. Því náum við meðal annars með minni sköttum aukinni fjárfestingu sem gefur ykkur öllum aukna velferð. Við þurfum að leggja áherslu á það sem fer inn í uppskriftina á kökunni. Við þurfum að stækka kökuna, við þurfum að minnka það sem sogar þróttinn út úr verðmætasköpuninni með því einfalda regluverk og snúa bökum saman. Ég held að séu gríðarleg tækifæri ef við náum því. Og ég trúi því að við náum og ég fagnaði mörgu í ræðu ráðherra hérna áðan og Vestló skyldi vera með okkur. En á þessu sögðu segi ég takk fyrir. Veiðigjöldin hafa þau áhrif að þróun á búnaði, hún hefur verið borin uppi af sjávarútveginum á Íslandi. Það hafa verið til fjármunir til að fjárfesta í þróun sem skila sér í fullhannaðri vöru sem við getum svo farið með, skapað gjaldeyristekjur og velborgandi störf á Íslandi. Og ég ansi hræddur að á nokkrum árum munum við sjá mikla breytingar. Og það ástæða fyrir því að við erum á Íslandi. Við, Marel, Kapp, Skaginn, Velfag og fleiri. Og það bara út af útgerðinni. Það út af því að það hafa verið til peningar og þeir hafa fjárfest í þróun, tekið áhættuna með okkur. Og okkur finnst það þakkavert og svolítið forréttindi að fá að starfa í því umhverfi á Íslandi. En þetta skapar mörg störf og miklu tekjur. Ég svolítið svartsýnn á markaðinn hérna heima að því leytinu til að íslenskur sjávarútvegur hefur alltaf verið svona okkar stoðastytta þegar kemur að þróun búnaðar og þegar kemur að því að við viljum koma einhverju nýju á markað, þá höfum við haft aðgengi að íslensku sjávarútvegi. En ég held líka það sem muni gera og ég held að það muni draga úr því núna vegna þess að menn ekki að fara í nýjar fjárfestingar, menn klálega og það ekkert óeðlilegt. Maður myndi gera það sjálfur í sínu rekstri ef maður fengi viðlíka skattahækkun. Og ef ekkert breytist að þessu verður haldið í streitu, þá ég ansi hræddur að þróun muni fara erlendis og nýr búnaður verður fundinn upp þar. Og jafnvel að þessi fyrirtæki sem hér eru munu flytja sig set. Ég að reka fyrirtæki með tæplega 100 manns í vinnu. Við erum með aðsetur upp á Akranesi, við erum hérna í Kópavogi, við erum í Þorlákshöfn, við erum í Vestmannaeyjum og við erum í Seattle. Í Seattle hefur orðið rúmlega 60% aukning í veltu á því félagi frá því við komum þar inn, eingöngu vegna þess að við erum að koma inn með þekkingu sem við höfum verið að vinna að og fengið hér í samstarfi við íslensk útgerðarfyrirtæki. Þannig að við erum að búa til útflutningstekjur. Ef að það dettur út, þarf að segja að við fáum ekki aðganginn og við getum ekki unnið okkur áfram á þróun eins og við höfum verið að gera, að þá verður þetta þess að við munum stana. Það algjörlega mín skoðun. Eins og þú komst inn á, Gunnþór, mjög mikilvægt að draga enn skýra fram hvert heildarskattsspor sjávarútvegsins þegar unnið að samstöðu kringum greinina. Við sáum einnig svart á hvítu hversu óhjákvæmilegt það fyrir arðbæran rekstur sjávarútvegsfélaga að viðhalda fjárfestingum
í flota, vinnslu, markasetningu, fullnýtingu hráefnis og hliðarafurða. Það undirstrikar aftur hvar uppsprettan af samkeppnishæfni greinarinnar í alþjóðlegu samhengi liggur. Næstur á svið fulltrúi fiskeldis, Daniel Jakobsson, forstjóri Arctic Fish, sem fer yfir stöðu laxeldis á Íslandi í dag og hvað þarf til að auka samkeppnishæfni eldisins. Gjörðu svo vel, Daniel. Já, góðan daginn, kæru gestir. Ég mjög þakklátur fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag að tala það sem manni finnst skemmtilegast fiskeldið. En af því að Gunnþór fór nú hérna í fótboltalíkingarnar áðan þá það að vera í fiskeldi svolítið eins og að halda með Manchester United. Maður alltaf rosalega peppar á sumrin en svo byrjar deildin. Ég áttaði mig á því hérna á meðan ég satt hérna, ég var ekki með neina glæru það hvað Arctic Fish kannski fer bara yfir það örsnögt að við erum sem sagt með alla okkar starfsemi á Vestfjörðum. Við erum í 35% eigu síldarvinnslunar og rúmlega 50% eigu Mowi, sem stærsta laxeldisfyrirtæki í heimi og framleiðir 600.000 tonn á þessu ári og veltir 800 milljörðum. Þannig að við erum með mjög gríðarlega sterkt bakland. Við erum að framleiða á þessu ári 15.000 tonn af laxi. Við vorum í lok þriðja ársfjórðungs með 16.000 tonn í sjó og erum með 27.000 tonna leyfi fyrir frjóan lax og einhvað aðeins í regnboga og erum með starfsemi í 5 fjörðum á Vestfjörðum, sem sagt Patreksfirði, Tálknafirði, Arnarfirði, Dýrafirði og Ísafjarðardjúpi, en við erum ekki í Arnarlax. Það eru sem sagt 2 fyrirtæki á Vestfjörðum og fólk virðist aldrei gera greinarmun á því hvort Arctic Fish og Arnarlax, bæði glæsileg fyrirtæki og svo þetta þriðja fyrirtæki á Vestfjörðum sem heitir Háafell af þeim sem eru í frjóum laxi. Nú en fyrirlesturinn þessi heitir Seilst í útsæðið og mig langar kannski aðeins fyrst bara að byrja af hverju erum við í laxi og af hverju áhugavert að vera í laxi. Lax auðvitað gríðarlega flott afurð og í raun og veru kannski það prótein sem auðveldast að búa til úr öðru próteini því að það verða til 56 kíló af sem sagt ætilegu próteini þá úr hverjum 100 kílóum af fóðri. Kolefnissporið gríðarlega lágt í samanborði við annað framleitt prótein og svo einnig líka sem að skiptir ekki Íslendinga miklu máli en skiptir miklu máli á alþjóðlegum mörkuðum að við notum mjög lítið af fersku vatni. Og það mikið horft til þess í þessum þegar við erum að selja fiskinn okkar. Nú, það auðvitað eins og við þekkjum og höfum kannski jafnvel séð hérna á þessum glærum að það lítill vöxtur í framboði á villtum fiski. Atlantshafslaxinn stendur fyrir 4,3% af sjávarfangi í heiminum í dag, þannig að við erum agnarsmá, bara Atlantshafslaxinn í heild sinni. Og lagareldið þarf þar af leiðandi að standa undir vöxti í eftirspurninni. Það auðvitað að fjölga í heiminum, milliklassin að stækka og það miklu meiri eftirspurn eftir laxi heldur en aukningin á framboðinu. Og ástæðan fyrir því að við erum á Íslandi sú að Íslandi raun og veru síðasta fjarðakerfið í heiminum sem ekki hefur verið nýtt fyrir laxeldi sem þá komið í notkun. Það að segja þegar kemur að hitastigi og öðru slíku. Nú laxinn auðvitað líka gríðarlega holl vara og ég veit ekki þið sem eigið börn á sama aldri og ég á börn tvítugt, þau borða gríðarlega mikið af laxi og lax mjög eftirsótt vara fyrir ungt fólk og mjög heilbrigð og ráðlögð af alþjóða heilbrigðisstofnuninni og auðvitað eigum við bara öll að borða mikið fisk og þannig að þetta gríðarlega skemmtileg vara. En ég byrja kannski svona hinn eiginlega fyrirlestur á því að bara velta upp þeirri spurningu, það áhugavert fyrir Ísland að stækka eitthvað í lagareldi? Og þá ég kannski fyrst og fremst að horfa á sjókvíaeldi en auðvitað bara landeldi líka því ég held að landeldi á Íslandi muni ekki þrífast án sjóeldis. Það einfaldlega bara þannig þekking sem verður til í sjóeldinu og
stærðarhagkvæmni sem þarf til þess að landeldið geti fengið að þrífast. Og kannski í því samhengi ágætt að minna á að stærstu landeldisfyrirtæki á landinu í dag eru þetta sjóeldisfyrirtækin, og ef að áætlanir þau metnaðarfullu áform sem við erum með á Vestfjörðum raungerast, þá má leiða því líkur að við munum framleiða 10 til 20.000 tonn af seiðum í sjó, sem þá bara ágætlis landeldisfyrirtæki, þessi 3 fyrirtæki þá. Nú en við veltum þá upp þessari spurningu með er þetta sniðugt og er þetta eitthvað sem við ættum að horfa til? Þá má náttúrulega kannski fyrst bara horfa á drög að atvinnustefnu ríkisins. Þar gríðarlega mikill fókus á landsbyggðina. Það fókus á háframleiðni störf og við sjáum það að laxeldið borgar vel yfir meðallaun í landinu. Nú það þörf fyrir aukna fjárfestingu bara í landinu almennt og ekki síst erlendri fjárfestingu, og í öllum þessum 3 stærstu laxeldisfyrirtækjum mikil erlend fjárfesting. Nú, svo erum við þetta sjávarútvegsþjóð og í sviðsmyndagreiningun sem Boston Consulting vann fyrir ríkið, að þá sjáum við að ef að grunnsviðsmyndin hjá þeim gengur upp, að þá gætum við verið að horfa á 200+ milljarða útflutningsverðmæti, við gætum verið að horfa á 7.000 störf og við gætum verið að horfa á 50 milljarða í skattspar. Og það auðvitað þannig að Ísland alveg óbærslega gott í sjávarútvegi. Við erum góð í að flytja fisk, við erum góð í að vinna fisk, við erum góð í að búa til alls konar vélar í kringum fisk. Þannig að ef við viljum auka útflutningstekjur, þá myndi maður ætla að það sé rökrétt að gera það í gegnum sjávarútveg. Nú, það líka mikil samkeppni fjármagn í heiminum og við heyrum oft í umræðinni að ástæðan fyrir því að þessi vondu Norðmenn séu komnir til Íslands til að stunda fiskeldi sé svo að þeir hafi ekki heimild til að starfa í Noregi. En það nú allt annur raunin að við sjáum til dæmis bara á þessu tímabili svona frá því að fiskeldi fór að framleiða eitthvað alvöru hérna á Íslandi, svona í kringum 2019-20, að þá hefur framleiðsla á eldislaxi aukist 500.000 tonn, sem þá rúmlega 2 sinnum meira en þessi grunnspá fyrir Ísland. Og bara framleiðslan í Noregi hefur aukist 200.000 tonn í raun og veru 3 ára tímabili frá 2019 til 2020 cirka, og á 10 ára tímabili í raun og veru 400.000 tonn. Og þetta hefur verið gert að miklu leyti í gegnum samþættingu fyrirtækja, þau eru að kaupa hvert annað. Og núna kannski stærsta trendið, ef ég má sletta sér svo, stórseiði. Og það eru gríðarlega fjárfestingar í Noregi og Færeyjum og Síle í að setja út stærri seiði sem styttir þá tíman í sjó, sem gerir það að verkum að þú getur framleitt meira. Þannig að einhvers konar samþætting landeldis og sjóeldis. Og eins og staðan í dag, að þá myndi ég halda að fyrir alþjóðlegt fyrirtæki eins og Mowi, að þá sé skynsamlegra að setja peningana sína í póstframleiðslu framleiðslu í Noregi eða Síle eða í Færeyjum, heldur en að koma með meiri pening inn til Íslands. En við vonum til því að ráðherra muni breyta því í nýrri löggjöf. Nú, við horfum aðeins á stöðuna bara í dag, áður en förum í að líta til framtíðar hér á Íslandi. Og þetta eru glærur sem við tókum saman fyrir bara Vestfirði, við viljum hafa það í huga, Austfirðir ekki með hérna inni. Að nú höfum við fjárfest fyrir 40 milljarða í fiskeldi á Vestfjörðum. Við höfum farið hæst í 30.000 tonna framleiðslu, ég gerir reyndar ráð fyrir því að hún verður 40.000 tonna næsta ári, sem þýðir þá næstu því 50.000 tonn upp úr sjó. Það ennþá óútgefin leyfi sem hafa verið í áratug, langar mig að segja, í meðferð hjá Matvælastofnun. Og það ónýtti lífmassi og við erum í raun og veru að nýta mjög lítið af fjörðunum, og í samanburði við Færeyjar til dæmis að þá held ég að það ætti að burðarþol fjarðanna sé til dæmis stórlega vanmetið, og það ætti ekki að vera neitt stórmál að komast í 100.000 tonn í sjóeldi á Vestfjörðum. Nú, við höfum líka haft alveg gríðarlega mikil áhrif á samfélagið
íbúaverð hefur hækkað mikið, það hefur verið íbúafjölgun, það fjöldi afleiddra starfa hjá, ætli sé ekki orðið hátt í 500 manns á Vestfjörðum sem að starfa við fiskeldi, og þjónustuaðilarnir okkar hafa gert gott mót, ef svo má segja, en afkoman hefur verið óviðunandi, þannig að það eru sem sagt eiginlega allir sigurvegarar í þessu ævintýri nema hluthafarnir. Nú bara svona raunveruleg dæmi, og þetta það alveg magnað að vera forstjóri í fyrirtæki sem að í raun og veru var ekki til fyrir 10 árum síðan, og á hverju kvöldi siglir út skip og fólk gerir sig klárt á kvíunum til þess að afhenda fisk, 100 tonn í hverri ferð sem siglt með lifandi til Bolungarvíkur. Þar fiskinum slátrað og hann settur í bíl, og á hverjum degi í raun og veru erum við að senda 6 flutningabíla fiski beint suður og í útflutning. Búið til 40 störf bara í laxavinnslunni okkar og erum að flytja út það bil 400.000 máltíðir á dag bara úr sláturhúsinu okkar. Þannig að það má gera ráð fyrir því kannski að þetta séu svona 800.000 máltíðir á dag sem að fara út af Vestfjörðum, og það ekkert lítið. Og svo það línuritið þarna til hægra sem að horfir þá á íbúafjöldan í Vesturbyggð og framleitt magn í Vesturbyggð, og ástæðan fyrir því að rauða línan fer þarna aðeins niður að Arctic Fish slátraði hjá Arnarlax sem í Vesturbyggð fram að árinu 2023, og svo eftir það hefur við slátrað í Bolungarvík, þannig að magnið dettur aðeins niður. En ég held að sé leitun að línuritu eins og þessu, það sem að svona gríðarleg fylgni milli íbúaþróunar og framleiðslu eða einhverjar atvinnusköpunar. Ég held að við getum verið gríðarlega stolt af þessu, og þetta gert algjörlega án aðkomu stjórnvalda. Það engin niðurgreiðsla eða hvatar settir inn. Þvert á móti hafa strax frá upphafi verið settir inn sértækir skattar. En næsti fasi, og það sem að við viljum gera fyrirtækin á Vestfjörðum, og þetta samtalið sem að við eigum núna í við stjórnvöld, að við erum tilbúin í frekari fjárfestingar, stærri seiði, kassaverksmiðjur, meiri kvíabúnað, aukið seiðaeldi, þjónustubáta og hitt og þetta. Teljum að það sé svona 45 milljarða fjárfesting sem að í pípunum, sem gæti skapað 1000 störf og 100 milljarða í útflutningsverðmæti. En til þess að það geti orðið að veruleika, þá þurfum við að bregðast við áskorunum. Hér eru ósjálfbærir skattar, og við erum gríðarlega ánægð með það að Hanna Katrín og núverandi ríkisstjórn hefur svona allavega lýst í orði að hún sé sammála okkur það að hann sé orðinn allt of hár. Við heyrum iðulega að við séum bara að borga 4,3% skatt, en í Noregi síðan 25%. En í Noregi borgað 25% af hagnaði bara í sjónum, ekki í seiðaeldinu, ekki í sölu og fiski eða landvinnslunni eða eitthvað slíkt, og það endar í það bil 1% af veltu eða 10% af hagnaði. Ég get ekki sett þetta upp fyrir Ísland sem hlutfall af hagnaði, því hagnaðurinn ekki til staðar, en sértækir eldiskattar á þessu ári eru 7% af veltu, og sem dæmi borgaði Arctic Fish 190 milljónir í laun í september og 145 milljónir í fiskeldisgjald. Þannig að þið sjáið að þetta algjörlega ósjálfbært. Svo eru þetta hlutir bara eins og verðin, og það, við þekkjum það þegar Heiðrún var að tala makrílinn, að makríll ekki það sama makríll, og við erum auðvitað að byggja upp markaði. Við erum með eldri fisk þegar hann kemur ferskur inn á markaðinn. Við erum ekki alltaf í hverri viku inn á markaðinum, þannig að oft þegar við erum svona búin að byggja upp eitthvað stuð á markaðinum, að þá erum við farin út á honum aftur. Nú, það líka mikil stærðarhagkvæmni í fiskeldi. Við sjáum til dæmis að við vorum komnir á mikla siglingu hérna í 22-23 þegar Arctic Fish og Arnarlax voru saman með sláturhús. Svo var það sláturhús orðið lítið, þannig að við þurftum að opna okkar eigið sláturhús og aftur hækkar kostnaði per kíló, og við þurfum að ná upp magninu til þess að ná því. Og við sjáum þarna, eins og ég sagði kannski líka áðan, Mowi sem á okkur framleiðir 605.000 tonn á næsta ári. Við stefnum á 18.000 tonn,
og Ísland allt á 70.000 tonn, þannig að við erum auðvitað agnar smá. Nú svo auðvitað Ísland bara dýrt land, það lægri sjávarhiti hérna sem skapar alls konar áskoranir og fyrir mig eins og ég sagði áðan sem á 16 milljarða í sjónum af fiski, fara inn í tímabil núna með 0 gráðu hitastigi í sjónum. Ég get lofa ykkur því að það eru margar andvökunætur bara út af stressi að vona að allt fari vel. Nú greinin ung og lítil og það líka bara mikill skortur á samkeppni. Við höfum til dæmis bara valmöguleika að kaupa hrogn frá einum aðila. Ég tek hrognir sem dæmi því að ég er að fá samningafund við Benchmark á eftir og við sjáum það að við myndum vilja hafa auðvitað miklu meiri samkeppni á mörgum sviðum. En hvað það sem við erum að biðja um? Við erum að biðja samkeppnishæft umhverfi. Við erum í samkeppni við aðrar þjóðir sem að framleiða lax. Lax bara lax. Hann nýtur ekki sérstöðu. Við erum ekki búin að byggja upp vörumerkið Ísland á neitt sérstakan hátt og lax að miklu leyti bara horft á hann í hversu gamall hann þegar hann kemur inn á markaðinn. Við viljum líka fá fyrirsjáanleika. Ef við tökum sem dæmi skattana, þá voru þeir innleiddir 2019 og átti að vera innleiðingarferli þangað til núna á næsta ári 2026. Ég held að í þrígang hafi þeir verið hækkaðir með alls konar aðgerðum og þessi þrepaskipting sem var innleidd í kerfið, hún hefur ekki fylgt kostnaðarverði á framleiðslu lax. Nú það eru líka svona tæknileg atriði sem hægt að gera eins og rúllandi lífmassi eða bara hvernig framleiðslunni okkar stýrt. Atvinnuvegaráðuneytið fullkomlega meðvitað hvað við viljum gera þarna og ég vona að þau vilji spila með því. Við þurfum að komast í 2 ára framleiðsluhring og við þurfum að stýra framleiðslunni ekki eftir einhverjum spálíkunum, heldur miklu meira að meta stöðuna og bregðast við því hvernig staðan á hverju sinni, hvernig gengur í sjónum og svo framvegis. Nú að lokum þá langar mig bara að segja, því að ég horfi hérna á Hallveigu og þau í atvinnuvegaráðuneytinu, við erum klárir í bátana í fiskeldinu og við bindum mikla vonir við nýja löggjöf. En við vonum að ríkisstjórnin sýni í verki að það þarf að lækka eldisgjaldið til þess að fjárfestar fái trú á því að stjórnvöld ætla að vinna með okkur. Og við viljum að í nýrri löggjöf sé sá sveigjanleiki sem við þurfum og fyrirsjáanleiki þannig að við þorum að fjárfesta og þorum að fjölga íbúðum Vestfjarða helming. Eða ekki? Og Vestri vinnur deildina, ekki bara bikarinn. Takk fyrir. Klárt að ekki má borða útsæðið og skapa uppskerubrest á komandi árum. Eins og fram kom í erindinu þá eru atvinnuhorfur og fjölbreytileiki starfa á landsbyggðinni að talsverðu leyti bundnar við velgengni laxeldis sem skapa störf á fjölmörgum svæðum þar sem þeim hefur verið að fækka. Ísland getur náð forskoti í arðbæru eldi eins og þau hefur gert í hefðbundnum sjávarútvegi. Ekki einungis búum við þær aðstæður að geta framleitt hágæða prótein með einstaklega lágu kolefnisspori, heldur kunnum við vel að hámarka afkomu með því að styðja við nýsköpun og stuðla að tækniþróun og fullnýtingu hliðarafurða. Tækifæri til verðmætasköpunar eru gríðarleg og öflugt dæmi sterkan hlekk í virðiskeðju eldis á Íslandi, framleiðsla laxahrogna á heimsmælikvarða og kynbótastarfsemi henni tengdri. Heilmikil verðmæti búa á hinum enda keðjunnar og tækifærin víða, hvort sem líftæknivörur, hundanæmu laxafskurði eða fæðubótarefni og laxaslógi að ræða. Við getum með samstöðu hagaðila og framsýni breytt rétt og þar með varðveitt og viðhaldi sérstöðu íslensks sjávarútvegs og tengdra greina. Föngum tækifærin sem búa í eldunum með því að veita land sem og sjókvíaeldi svigrúm til uppbyggingar og nýtum íslenskt hugvit og eldmóð. Samstillt geta stjórnvöld, fjárfestar og forsvarsmenn fyrirtæki í greininni náð utan alla virðiskeðjuna, stækkað kökuna og búið til gríðarleg verðmæti til frambúðar hér á landi. Að þeim orðum sögðum vil ég þakka framsögufólki og öllum þeim sem framkomu
og hjálpuðu til við undirbúning fundarins. Kærlega fyrir þeirra framlag og segi sjávarútvegsdeginum 2025 slítið. Takk fyrir áheyrnina.